Heil og sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala málefni sem alveg sístætt bara viðfangsefni þess að vera manneskja. Og það svona samspil líkama og sálar. Heilbrigð sál í hraustum líkama eitthvað sem við heyrum oft sagt og ekki að ófyrirsynju vegna þess að það skiptir máli. Það ekkert hægt að slíta þetta einhvern veginn tvennt í sundur. Og auðvitað þannig þegar við flettum blöðum eða netmiðlum eða fylgjumst með fjölmiðlum þá þetta svona umræða sem kemur mjög víða við og hvort sem okkur líkar að betur þá erum við upptekin að því hvernig holdarfar okkar og hvað telst nú eðlilegt holdarfar og hvað að vera heilbrigður svona spurning sem við getum alltaf verið að spyrja okkur og rökræða Og þess vegna ákveði nú að því að það nú haust og þá fer fólk oft á stað, ætlar að breyta lífsstíl eða fara í átak sem svo spurning hvort það sé alltaf mjög snjallt. Og þess vegna ákveði að fá til mín í þáttinn manneskju sem hefur kannski svona svolítið breiða sýn á þetta vegna þess að hún þekkir það bæði að vera kannski alls ekki í góðu formi og vera með nokkur aukakíló og svona og líða kannski ekki alveg vel í sínu formi og það að fara svo yfir í það að hreinlega þjálfa annað fólk og vera í toppformi og bara gera hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl að daglegu viðfangsefni. Velkomin í þáttinn Lára Kristín Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur og einkaþjálfari og snappari með meiru. Já, svona. Já, í hjáverkum. Hitla mig ekki sem slíkan. Nei, en það var nú samt svolítið þannig. Þegar ég var á Snapchat, sem ég nú eiginlega hætt núna því að ég nefndi því ekki lengur, ég svo mikið á Facebook, þá fylgdist ég nefnilega með þér. Að því að þú ert þar svolítið að svona, bara svona gefa innsýnin í þitt líf og þjálfunina og mataræðið og eitthvað svona. Og mér fannst svolítið gaman að fylgjast með þér því þetta var svolítið svona öfgalaust og eðlilegt og bara svona, ég gat svona, mér gat svona einhvern veginn samsama með því sem þú varst að segja og gera. Já. Þannig að bara þess vegna hafði ég samband við þig, bara velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Heyrðu, þú, eins og ég sagði hérna í innganginum, þú þekkir það líka að vera kannski ekkert í sérstaklega góðu formi, vera og þung, vera einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig þú átt að fara að því að bara að líða vel í líkama þínum og svo verður þessar breytinga og viltu aðeins segja eitthvað svona bara, ég veit að við erum alltaf að heyra svona sögur og lesa svona og þetta alveg svona lífsreynslu sögur og endalist svoleiðis en enga síðar áður en við svona höldum áfram inn í þessu við ætlum að tala viltu segja okkur aðeins frá svona þessari umbreytingu Í rauninni, ég ekki með neina svona dramatísku sögu á bakvið það. Nei. Ég bara hef náttúrulega alltaf verið að gera eitthvað, maður alltaf að gera eitthvað. Þannig að ég keypti mitt fyrsta líkamsræktarkort þegar ég 19 ára og næstu 8 ár þá var maður bara eins og jójó, bara eins og gerist hjá mörgum okkar. Ég hef prófað alla kúra í heiminum og eins og mjög margir nema að svo bara fer ég í einkaþjálfun, eina einkaþjálfunina í rauninni og bara bjóst við engu, þannig séð. Ég fór ekkert með þetta með eitthvað þannig hugafar. En það bara gerðist eitthvað, bara eins og krakkarnir segja, þetta bara skeðist. Ég bara fann mig, fann bara taktinn og ég kannski fattaði bara að geimvísindin á bakvið það eru engin geimvísindi. Við erum alltaf að hugsa svo mikið þetta, förum alltaf svo langt með hugsunum að koma okkur í form. En málið við þurfum bara stundum aðeins bara stoppa og bara, Og heldur þetta hafi skipt máli bara hreinlega þroskiðinn, að þú hafi bara, þarna hefur verið nógu þrosku til þess að átta þig á því hvað þetta snerist og þess vegna hefur tekið við einkaþjálfunin á þessum tíma en ekki einhverjum árum fyrr. Það getur vel verið. Ég veit í rauninni ekki hvað gerðist þarna janúar mánuð 2009, skilurðu. Dóttir mín var 1,5 árs, ég var á öðru ári í hjúkrunarfræði, en það var samt ekkert sem að mér leið ekkert hörmulega, Ég hef alla tíð minningin mín frá því þegar ég var sem feitust, ég óhrædd að nota orðið feit, eða mér finnst það ekkert skammalegt. Þegar ég var sem feitust, þá leið mér ekkert eitthvað hræðilega. Ég var ekki þunglind, ég var ekki, mér leið ekkert illa. Auðvitað átti ég mína slæmu daga og fannst náttúrulega leiðilegt að vera get ekki keypt mér hvað föt sem og ég var ekkert, það var margt sem ég gerði ekki, en mér leið samt ekkert illa yfir því. En svo
og svo ferðu þarna í einkaþjálfun Já. 2009 og hvað varstu þá, ég meina hvað erum við að tala um að vera of þung, ég meina varstu... Nei, þá, með minnir, þá var ég svona 76 kíló, ég er 1,60 á hæð, Já, en mín þyngsta tala hefur verið í kringum 90 kíló. ok. Þannig ég var auðvitað búin að ná mér eitthvað, ég var búin að vera dugleg á danska þarna rétt áður. Já, danska kúrnum. En já, þannig að, en það náttúrulega, ég man að ég var mjög há í fituprósentu, ég var ekki með neitt þol, ég gat ekki hlaupið og ég get alveg titla margt sem að var ekkert í lagi hjá mér, en það var samt ekkert sem að háði mér í daglegu lífi. Nei. En svo finnur maður það bara síðan þegar maður kemst í form og hugsa tilbaka, þá auðvitað getur maður fundið einhver atriði sem að voru kannski ekkert í lagi hjá manni. Já, þú stöður að horfa tilbaka og kannski sérðu ímislegt sem var kannski einmitt að hefta líf þitt, skilurðu? Já. Ég meina, ég skipaði viku gönguferð með fjölskyldunum minni til Noregs að labba einhverja þvílitt flotta langa leið. Ég fann mér bara einhver afsökun, en afsökun var í rauninni sú að mér langaði ekki, en það var að því ég gat það ekki. Nei. En mér er svolítið mikið, mér finnst þetta flott sem þú veist að segja, sko, með að, þú veist, ég meina, þú varst ekki þunglind, þú varst ekki, sko, ég meina, lífið þitt var ekki bara ein rjúkandi rúst, þó þú værir einhverjum kílóum á þung, sko, af því að það er stundum þannig í svona frásögnum, sko, það er oft tala bara við fólk sem var bara alveg, sko, það var bara eins og það hefði ekki átt neitt líf, sko, af því það var með einhver auka kíló og svona bara eins og það hafi, sko, bara sjálfsmyndið þess hafi gjörsamlega verið í niðurfallinu bara út af því, sko, en þú lýsir svona sem að ég held nú svona kannski að þorri þeirra sem hafa verið ofþyngd kannski myndir samsama sig við er að, þú veist, ég meina, þú vissir hvað þú hefði til brunns að bera og ég meina, þú varst að sinna ýmsum hlutum og sem hefði góð áhrif á þína sjálfsmyndu og eitthvað svona, en svo vildi þannig til að þú varst aðeins og þung og það var ekki fyrir kannski eftir á, svo þú fórst að sjá að það var til þess að þú kannski gerðir ekki ákveðna hluti, en ég meina, það var margt annað mjög gott í lífiðinu, skilur, þetta var ekki þannig að yfir tók ekki allt lífið þannig að þetta var bara allt ömurlegt. Nei, ég er einmitt oft spurð bara, af hverju þyngdistu svona mikið? Fólk býst við að maður komi með einhverja dramatíska sögu frá því ég var ung stúlka, maður lögði mikið einelti, upplýðir hæðilegan skilnað foreldra og bara við heyrum alltaf svo mikla svona dramatísku sögur. Æska mín er bara, hún var bara æðisleg. Það var bara allt. Já, og þetta þarf að koma frá þess að auðvitað getur hitt haft áhrif á það að fólk missi tökin og svona fíkni hegðun tekur við, en það er ekkit algilt, skilur. Það eru líka margir sem eru bara feitir punktur, skilur, það er bara, svo bara þurfa að gera eitthvað í því, sko. Já, það er sko annað, þegar í dag, þú veist, að þú ferð inn á fíknina, að því að auðvitað eru margir sem að eru að kljást, einmitt sem að nota það sem ástæði fyrir hvernig eru, að þeir eru matarfíklar og það náttúrulega, það er alveg til og alltaf við berum alla virðingu fyrir því. En svo er það bara, flest okkar, segi ég, að við erum bara svona, að við erum bara gráðu og löt. Ég var bara gráðu og löt í allt og mörg ár. Flutta heiman, fór í heimaðistaskóla, enginn að pæli hvað ég var að fá mér og þannig að ég held sko, það var mín ástæða. Já, og það er bara allt til að halda til haga, það getur verið margvíslega, það getur verið áföll og það getur líka bara verið sem þú segir, að maður sé bara gráður og latur og nenn ekki að gera eitthvað í þessu fyrir en allt í einu maður finnur, heyrðu, nú er þetta orðið nóg, eins og þú kannski fundið þegar þú bara ákvaðst að taka við breytingunni, sko, og gera hana. En samt eins og á þessum tíma, þá er ég bara að fara og ég var ekki með neina draumasýn það að þetta yrði starfið mitt og ég myndi fara að aðstoða aðra og svona þetta bara vatt upp á sig. Já, það hefði aldrei hvarflað að þér þarna á þessum tímapunkti. En svo hvernig þróast það síðan? Þú veist, þú ferði í þessi einkaþjálfun hjá þessum aðila, nærð árangri, ég meina hvernig er svo Ég var hjá honum í 2 mánuði og og svo bara urðum við mjög góði vinir og hann er einn af mínu bestu vinum í dag, Jóhann Orfjörð. Og og ég bara held áfram alltaf með hann á bakinu, svona peppa mig áfram og tjekkar á mér og svona. Og svo 1,5 ári síðan þá er ég komin á þann stað sem ég vil vera. Og það er bara það sem ég hef gert síðan öll þessi 8 ár sem eru liðin. Ég hef bara aldrei hætt. Það er alveg sama hvað þú gerir. Ef þú hættir því, þá hættir það líka. Þannig að það er bara máli. Ég hélt bara áfram og þetta komst bara upp í rútínu. Lífið mitt var bara svona.
Þú sagði mér einhvern tíma frá því, þú líktir þessu svolítið að þú notar oft þessa líkingu sko varðandi barnauppeldi og hvernig við ölum börn upp og hjálpum þeim til dæmis bara að hætta ýmsum ósiðum eða venjum sem þau þurfa að hætta og venja sig af. Sko, ég man þú notaðir svolítið þær myndlíkingar að við þurfum að gera ákveðna hluti á ákveðna langa tíma þangað til að það fer bara að verða eðlilegt. En stundum erum við bara hættu við allt og snemma og þá finnum við ekki að þetta er orðið eðlilegt. Já, af því að það er sagt við okkur bara já, þú þarft ef þú ætlar að hætta að borða nammi eða sykur eða eitthvað þannig, að þá er sagt bara já, þú ert að hætta því í svona 2 vikur, þá kemstu í þá ertu komin yfir þetta. Já. En það er bara svo setning hún er hætt að komast inn til okkar. Þetta er alveg sama setningin og þú verður bara að hreyfa meira og borða minna. Við erum hætt að taka mark á henni. Já. Þannig að þá er mér oft gott að koma með myndlíkingar og koma með sömu setningu en bara koma henni öðruvísi fram. Eins og með barnauppeldi því að nú erum við alltaf að hugsa að við viljum ala börnin okkar rétt upp og svona. Já. Að ef þú ert að venja barnið í dag einhverju eins og til dæmis að skríða uppitíðin á nóttunni, að þá verður að halda því við. Þú bannar því ekki 2 nætur og leyfir því sen 1 nótt að skríða upp í. Nei. Það lærir ekki þannig. Nei. En síðan sko þegar þetta er komið, þegar barnið er búið að læra það megi ekki skríða upp í. Það tekur mislangan tíma, þá er allt í lagi þó að skríða upp í 1 nóttu. Það er ekkert að gera það síðan aftur. Nei. Við erum ekkert búin að missa tökin. Þetta er alveg eins með okkur og mataræði. Við verðum að neita okkur ákveðin hlut í ákveðin tíma, þangað til að það fer hættir að vera normið okkar. Já. Og þá kannski eins og þú bendir mér á, sko, ég menn í dag þá ertu þannig að þú getur alveg fengið þér smá kökusneið þar sem er kannski afmæli í vinnunni eða eitthvað, sko, án þess að þú sést bara fallin. Nei, það var þannig áður að þá var ég bara fallin þann dag. Já. Þá bara fékk ég mér bara eitthvað að borða og var ekkert að pæla í því. En í dag get ég alveg fengið mér eina kökusneið en dagurinn er ekkert ónýtur fyrir vikið. Nei, af því þetta er bara orðið inngróið í þig að þetta er þitt líf og þú ert ekki að fórna neinu, heldur er þetta bara lífið sem þú vilt lifa. Já. Já. En svo ferðu út í það að þjálfa fólk og ég svona hef fylgst með þér úr fjarska og veit þú hefur verið að þjálfa fólk sem að hefur bara komið til þinni en alltaf auðvitað eins og bara gengur gerist í alls konar formi og kannski mikilli ofþyngd og annað. Þú veist, hvernig ferðu á stað með einstakling sem kemur kannski með tíðin sem hefur kannski bara aldrei verið í ræktinni og er bara allt og þungur og bara þarf virkilega að það er löng leið framundan að takmarkinu. Það er eiginlega fyrsta sem maður þarf að gera, það er að vekja bara áhugann hjá fólki. Af því að ef eitthvað er þér kvöð, þá gerir það ekki. Þetta verður að vera skemmtilegt. Og þú mátt ekki kvíða fyrir því að mæta í ræktina alveg saman hvort þú ert ein eða með þjálfaranum. Þú verður að gera þetta því þú finnur að þetta sé gott og þið finnst það skemmtilegt. Og verður líka að hafa bara, svo eru margir sem að hafa ekki trú á sjálfum sér, þá verður að finna að það hafi allan einhver trú á þér. Þá er það mitt hlutverk að hafa trú á viðkomandi og sannfæra hann það að hann geti hlutina. Það getur verið býstum snúið, sko. Já. Maður stundum alveg deyfið uppgjöfin. Já, í því að vera pepparinn. Já, algjörlega. Já. Maður sjálfur að geta alltaf góða daga, en maður þarf samt að vera, vera klappstjórinn. Og býrðu til alveg bara matarprógram fyrir þannig einstakling, sko, sem að kemur og segir bara við, heyrðu, ég þarf bara að leggja svo mörg kíló og þetta er bara ekki tækt. Þú veist, hvað byrjar að gera, þú veist, að útbúa hreyfingaprógram og mataprógram samhliða eða leggur meira áherslu á annað frekar en hitt til að byrja með? Nei, í rauninni ekki. Ég gera það þannig að ég er bara með bæði þá æfingaplan og mataplan og síðan reyni ég bara aðstofa viðkomandi í að finna rétta leið. Þetta er yfirleitt meira mál í sambandi við matinn. Af því að þar erum við okkur finnst þetta svo agalega flókið og miklu með þetta svo rosalega mikið fyrir okkur. Þetta má ekki og hitt má ekki og svoleiðis. Það er bara að láta fólk aðeins opna augun fyrir því að þetta er ekki svona niður njörvað. Þetta á ekki að vera svona rosalega flókið. Ef einhver kemur sem er algjörlega stjórnlaus í mataræðinu, bara, þú veist, drekkur gos, drekkur bjór, borða bara namið þegar hún sýnist og kökur og allt sem er í boði og eitthvað svona og þú veist, þannig að það er engin regla á hlutunum. Nei. Sko, það getur erfitt að breyta öllu í einu. Hvað gerir svona, hvernig hjálpar fólki að stað, þú veist? Ég er nú bara svo hörð að ég segi viðkomandi bara þetta þessu. Já, það er bara ekkert flóknara.
fullorðinn einstaklingur, hann á alveg að geta hætt því, sko. Já. En nei, auðvitað er best að segja þannig, Já. en svo veit ég alveg að það er ekkert þannig. Nei. Ég get ekkert sagt við viðkomandi, þú bara hættir þessu. Nei. Ertu ekki fullorðinn? Já, Þú veist, já. hvernig myndirðu ala börninu? Vertu bara dálítið harður og það er svo auðvelt að segja það. Já. En ég veit líka bara sjálf að þetta virkar ekki þannig. Nei. Og það er þá bara þetta að hætta einu í einu eða taka út eitt í einu? Já, bara minnka þetta. Já. Já. Þú veist, ef þú ert að drekka 2 lítra kóki á dag, minnka þetta niður í að fá því 2 í viku eða minnka þetta þá niður í 1 dós eða ef þú ert að borða nammi á öllum dögum, þú veist, minnka það til þess að byrja með. Er það ekki betri leið heldur en að taka allt út í einu? Er ekki meira hætta á maður falli, eins og maður segir, ef maður tekur allt út í einu og gerir alla umbreytingun einu, eða er það bara vitleysa? Er alveg sagt að gera það þannig? Mér finnst svona oftur að þið talað um að sé svo hættulegt að taka allt út í einu. Já, en það er samt bara svo persónubundið Já. eftir okkur sjálfum. Já. Það er sko, boðin og bönnin eru svo mikil og boðin og bönnin fyrir okkur þjálfara er líka orðin svo mikil. Já. Bara þú átt að láta viðkomandi fyrir ykkar gera þetta svona heldur en hinsegin. Já. Og ég held að það sé málið, sko að þú ert að tala um þetta eru sjálfsög ekki geimvísindi, sko, og það er alveg rétt, svona þegar maður kemst inn í einhverja svona rútínu, svona holla rútínu, þá fattar maður að heyra, þetta er alls ekki flókið og eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki engin starffræði, en það er bara svo margt, þú veist, svona utanfrá, þú veist, þegar þú ætlar að halda af stað inn í svona eitthvað ferli, þá er svo umræðin er oft svo flókin, skilur, það er verið að tala um, sko, það kemur bara, heyrðu, þetta er ekki hægt, þetta má borða núna, þú veist, mjólkurvörur, en svo kemur eftir, þú veist, 2 mánuði, þú veist, bara alls ekki, taka alla mjólkurvörur út og eitthvað svona, ég held að sé þetta líka, sem gera verkum að fólk svona klóri sér í heyrðu, þetta er bara eitthvað nasadæmi sem að ég ætla ekki að fara út í, sko. Internetið er náttúrulega búið að fokka upp í hausnum okkur í sambandi hvernig við höfum að gera þetta. Já. Upplýsingarnar eru svo rosalega margar og það er svo auðvelt fyrir okkur að komast yfir þær. Já. En þær eru kannski allar fínar, en þú getur ekki gert þær allar í einu. Svo viljum við árangurinn strax, við erum ekki tilbúin að gefa þessu tíma, þannig að við veljum okkur eina leið og ef hún virkar ekki strax, þá bara fyrir við næstu leið og næstu og næstu og næstu. Þannig að við komumst ekkert á leiðarenda. Þetta er eins og að taka strætó en vera alltaf að hoppa út á þessari stoppistöð og hinni. Þú veist, þú kemst aldrei þangað sem þú ætlar af því að þú ert bara, þú veist, þú ferð ekkert leiðina sem þú ætlar í upphafi. Þú ert alltaf að stoppa og hoppa út. Já, þannig að þú ert ekkert komin á leiðarenda. Ef þú talaður um að það sem að þú hefur gert, sem hefði orðið þess valdandi, þetta hefði bara orðið að lífstíl hjá þau, þú hættir aldrei, sem hljómar eitthvað svona bara, þú veist, sjálfsagt. Já. En er kannski ekkert alveg, sko, það er kannski ekkert alveg sjálfsagt að þetta að hætta aldrei, ég meina það getur þýtt bara. Já, hvað getur það þýtt? Að þú varst bara á vondu dögunum, þá fórstu, þó þú vorkendir sjálfur þér? Já, en þetta hætta aldrei, auðvitað hef ég, þú veist, ég fer ekki 365 daga, skilur, ég tek mér alveg, tek mér helgafrí, ég fer kannski bara 6 sinnum í viku, ekki 7 sinnum, en þú veist, ég á mér alveg daga sem ég fer ekki og auðvitað hef ég lent í hérna, bara eitthvað andlegt sem komið upp og ég bara ekki fundið að ég gæti mætt. En það er bara að leyfa þeirri hugsun ekki að ná yfir höndinni. Já, já. Að hafa það alltaf bak við eyrað að þetta sé bara mjög stutt pása og ég byrja aftur. Hver er svona versta afsökun sem þú hefur fundið til þess að fara ekki? Sem ég hef heyrt? Já, sem þú hefur heyrt. Það var þetta, hún þurfti að hugsa svo mikið og hún gæti ekki vakna. Þú þurfti að hugsa svo mikið og hún gæti ekki vakna, já. Klukkan hringdi og viðkomandi sagði, glaðvaknaði. Já. Samt bara ég get ekki mætt, sko, það var svo mikið að gera. Já. Ég þarf að hugsa svo mikið. Já. Það er náttúrulega maður brenni kaloríum svo sem á því kannski. Þetta var ég sjálf. Já, þetta var það sjálf. Í þar síðustu viku. Já, bara í þar síðustu viku, ok, já. Þetta er nú hughristandi fyrir áhorfendur að það, actually, í rauninni, sko, þá getur þú ennþá upplifað svona mótna. Já, og ég bara hristi hausinu í sjálfum mér síðan klukkan 7 þegar ég fór síðan á fætur með fjölskyldunum minni. Já, já. En þú ætlaðir að vera konu í rektinu klukkan 6 eða hvað? Já. Já. Það bara... Já. En þú refsaði þér ekki fyrir þetta, heldur fórst bara daginn eftir? Já, ég hló bara að þessu. Já, já. Og segi frá þessu, af því að það er líka svo, þú veist, mér finnst það líka gott. Já. Er það ekki líka gagnvart þínum, kallaður skjólstæðinga eða þá sem að þú ert að leiðbeina, sko,
Er það ekki líka dýrmætt fyrir þá að heyra af þínu vanmætti gagnvart þessu og vita það líka að þú hafir einhvern tíðan bara verið að glíma við nákvæmlega sama þeir og maður upplifir stundum að maður sér svona engaþjálfara og það hugsa maður bara, heyri, þeir voru bara fæddir svona og bara, þú veist, þeir munu aldrei skilja hvað ég að tala og hvað ég að klást við. En þú vissulega gerir það, þannig að það ekki svolítið oft gott? Finnst þeim það ekki oft gott að heyra það? Jú, það það. Þeim finnst það. Og ég man að mér fannst það líka. Þegar ég náttúrulega færði bara fjöldan allra engaþjálfara. Þannig að það alltaf gott þegar viðkomandi veit hvað maður að ganga gegnum. Án þess að vorkenna manni og fara með manni í afsakanirnar. Að það segja, þú veist, ég skil hvað þú meinar, en þetta samt ekki gild afsökun. Nei. En varðandi mataræðið þitt, hvernig því háttað hjá þér? Ég meina, borðarðu engan sykur? Jú. Þú borðar sykur? Ég borða allt. Ég hef aldrei tekið neitt úr mataræðinu mínu. Nei, ok. Aldrei. Aldrei tekið eitt orkuefni út. Nei. Það bara á skjön við það sem ég hef lært. Já. Og við þurfum öll þessi orkuefni að halda. En hverju breyttur þá þannig að, sko, að því nú hefur ekki bara lagt af við hreyfingu, heldur væntanlega líka breytt mataræðinu. Hverju breyttur þá? Ætli ég hafi ekki bara breytt skammtastærðinni og komið inn meiri fjölbreytni og borðað örugglega meira því að við erum oftast að borða of lítið. Já, það er nefnilega. Við erum að borða of lítið magn og mikið af tómum hitaeiningum. Já. Þannig að ég held að það hafi Þannig þú ert að borða svona margar máltíðir yfir daginn. Já. Margar litlar máltíðir yfir daginn. Og ég samt ekkert endilega að segja að það sé það réttast. Nei. En ég presentera það af því að ég þekki það. Já. Ég ekki að kenna eitthvað eða leiðbeina eitthvað sem að ég sjálf þekki ekki. Nei. Og hef ekki reynslu af. Nei, þú er reynslu af þessu og það hefur nýst þér. Er það til þess að halda blóðsykrinum í jafnvægi þannig að maður fá ekki þessa þörf til þess að úða í sig eða? Það virkar þannig á mig, já. Já. Nú maður að passa alveg ekki. Nei, já. Sumir segja að þetta sé ekki rétt og maður eigi ekki að gera þetta svona. Nei. En ég í staðinn fyrir að segja við viðkomandi þú átt ekki að borða svona, þá segi ég frekar þetta virkaði á mig og ég get leiðbeint þér með að gera þetta svona. Svo velur viðkomandi bara. Já. Og það náttúrulega enginn með loka svarið í raun og veru í þessu. Það býr ekki einhver leyndardómur einhver staðar falinn þar sem verður hægt að opna einhver daginn og þá bara, heyrðu, þetta var stóri sannleikurinn. Þannig að við verðum öll að reyna að finna þá leið bara sem að virkar fyrir okkur. Eða eitt sem er svolítið áhugavert að spjalla við þig, líka bæði að þú ert náttúrulega hjúkrunarfræðingur og ert svo í þessum bransa engaþjálfari, hefur reynsla því að vera bæði mitt í ofþyngd og svona ekki góðu formi og svo að vera komin alveg í toppform og bara í kjörþyngd og allt þetta. Umræðan í dag líka sko öfgafull, ekki bara varðandi, þú veist, hvernig maður á að þjálfa eða hvernig maður á að borða og allt þetta. Það er líka varðandi það, þú veist, bara, sko, hvernig er eðlilegt að vera, sko, bara holdarfari og það er náttúrulega mikið talað núna bara fituskömmina til dæmis, sko, þetta að fólki sé mismunað eftir holdarfari og þeir sem eru feitir verði fyrir, sko, fordómum og jafnvel útilokun sko, frá ákveðnum þáttum í lífinu af því að þeir eru of feitir og stórir. Á sama tíma erum við að sjá í fjölmiðlum og til dæmis bara svona tískutímaritum sem ég teki eftir að nú eru fleiri sko, fyrirsætur stórar og það er jafnvel konur að sitja fyrir sem eru bara alveg mjög, sko, jafnvel bara algjörðu ofþyngd sko. Og svo er það hin hliðin að það er fólk sem fer að æfa sko, líkamsrækt og eitthvað og verður bara eins og einhverja teiknumyndafígúrur sko, í vextinum. Þannig að það er bara varla mannlegt sko, þegar maður horfir á það. Og einhvern veginn virðist vera skotleifi á alla þessa hópa, eða þú veist, allavega þessa tvo hópa. Þessa hópa þeir sem eru of stórir og þeir sem eru of stæltir, of stórir og of stæltir. Sko, hver er þín svona sem bara hjúkrunarfræðingur og svona fagaðarli, hver er þín sýn á þetta? Nú get ég líka sagt þetta bara af reynslu, ekkert endilega sem hjúkrunarfræðingur heldur bara sem ég. Já. Að ég fekk miklu meiri skot á mig og miklu meiri fordóma þegar ég fór að taka líf mitt föstum tökum heldur en þegar ég var 90 kíló. Það labbaði enginn upp á mér og sagði bara, já, Lára mín, þetta gjörði aðeins of mikið hérna. En það var hiklaust labba upp á mér þegar ég var síðan búin að ná mér
á strik og var að hugsa um matinn minn, þá var miklu frekar pikkað í mig og og sett út á matinn, ætlar ekki að borða meira, ertu komið anorexíu og svoleiðis. Þannig að sko, báðir þessu hópar. En ég held samt, þegar þetta er komið á vogarskálarnar, þá eru miklu meiri fordómar, ég ætla ekki að alhafa þetta, þá eru ekki minni fordómar gagnvart fólki sem grannt og að taka sig á. Og það fólk verði alveg eins fyrir aðfinnslum og það pikkað í það og eitthvað svoleiðis sem ég meina maður skildi þá bara taka mark á því þegar fólk talar af þeirri reynslu. Kalla þetta heilsufordóma. Já. Það bara þannig. Hvenær ætlar að hætta þessu? Hætta þessu sprikli. Og alltaf með svona tón. Hvenær þetta orðið gott? Hvenær þetta orðið gott? Er þetta kannski í okkur bara það, sko, ég held alltaf þegar fólk pikkar svona í aðra, sko, þá það vegna þess að þeir hitta á einhverja viðkvæma punkta hjá því sjálfu eða hvað ætli þetta sé, þessi þörf fyrir að skipta sér af holdarfari og útliti annarra sem mjög merkilegt, sko. Af því að nú klagar það ekkert upp á þig, skilurðu. Þetta er ekki eins og þú sérst að skipta þér að því hvernig viðkomandi kemur fram við þig eða kemur fram við annað fólk. Þú ert að skipta þér að því hvernig viðkomandi lítur út í sko bara einn og sér og sem svolítið merkilegt að við skulum geta haft svona mikla skoðanir því og leyft okkur að segja það við annað fólk. Já. En síðan ef ég myndi segja þetta við manneskjuna sem væri of feit, þá væri það bara ekki nóg gott, sko. Nei, þetta er mjög viðkvæmt mál og svo þurfum við líka að geta skoða það, sko, að við þorum að tala um það, það á ekki mismuna fólki og vegna náttúrulega alls ekki, þú veist, að því að fólk sé of feitt. Ég meina fólk getur verið, þú veist, við getum öll orðið of feitt. Ég meina það er nú bara fyrir það fyrsta, þú veist, það er ekki þannig að maður bara fæðist feitur og er alltaf feitur, þú veist, maður fitnar með tíman og við getum öll fitnað, alveg sama hvað. Og þetta á ekki mismun okkur, sko, varðandi störf og tækifæri og annað, þó við séum í miklum holdum og að því við getum haft svo margt fram að færa og verið eldklár og bara haft allt til brunns að bera í það sem að beðir Þannig að það sé náttúrulega bara sagt, það er náttúrulega bara gjörsamlega fáránlegt, en á sama tíma verðum við líka að passa okkur að við verðum líka að geta talað um það að þetta sé heilsuvá, að vera of þungur. Sko, en eins og þú sagðir einhvern tíma við mig, sko, þetta snýst náttúrulega um það, ég meina, sko, hvernig þér líður, þú veist, hefur orku til að takast á við verkefni dagsins. Það er svo erfitt að segja, þú veist, feitur og feitur ekkert það sama, við upplifum ekkert það sama að vera feitur. Heldur kannski meira málið að reyna að hugsa um það að við séum bara hraust, séum bara heilbrigð. Ef við erum með alla þættina okkur í lagi og þó sem við séum einhverjum kílóum og þung, að þá ef þú kemst í gegnum daginn, ef þú hefur auka orku eftir vinnudaginn, þú getur sinnt lífinu þínu fyrir utan vinnu, að þá Ég meina, það er svolítið gott viðmið, en ef þú getur ekki tekið þátt í margvíslegu, sko, í lífinu og þú verður af hlutum vegna þess að þú ert of stór, þá er það bara kannski ágætis vísbending um að þú gæti gert eitthvað til að breyta lífið þínu, sko. Já, það er það. En þú ert alveg mikilvæg og dýrmæt manneskja, hvort heldur sem þú ert, sko, 120 kíló eða 80 kíló. Þú veist, þetta er svo rosalega viðkvæmt. Og mér er svo pínu óþægilegt að tala um þetta hérna, af því að maður er bara að passa sig að segja allt er rétt, af því að maður vill ekki móðga neinn. Maður vill vera góður, en maður þarf samt að geta benda á það sem að þarf að bæta. Það er alveg rétt. Lára Kristín Jónsdóttir, maður þarf að geta benda það sem þarf að bæta. Ég er alveg sammála með það. Takk fyrir að koma og svona, nú er allir að fara á staði í heilsuræktina eftir sumarfrí, ná af sér kóktelsósunni og grillkjötinu. Bara gangi vel í þínu, gaman að fylgjast með þér og við þökkum fyrir samfylgdina hér í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Takk.